Gerlar eða bakteríur sem er sami hluturinn eru pínulitlar einfruma lífverur og þær tilheyra sérríki sem kallast ríki dreifkjörnunga, stundum talað um bakteríuríki. Þær eru svo litlar að þær eru það bil 1/1000 úr millimetra, sem er það sama og 1 míkrómetri. Við þurfum þá 1000 bakteríur í röð til þess að mynda ná 1 millimetra, þannig að þið sjáu hvað þetta er lítið og það er útilokað að sjá bakteríur, einstakar bakteríur með berum augum. Við þurfum ansi mikið af þeim til þess að geta séð bakteríur, en það er hægt samt. Bakteríur eru dreifkjörnungar sem þýðir að þær eru ekki með frumukjarna. Það er engin frumulíffæri í bakteríum. Erfðaefnið hjá þeim er yfirleitt í hringlaga sameind sem er kallað plasmíð. Þær eru stundum með frumuvegg, stundum geta verið mismunandi að gerð. En bakteríur eru bæði góðar og slæmar. Það eru fleiri bakteríur til dæmis á líkamanum og inn í líkamanum okkar, í meltingarfærunum og víðar, heldur en það eru frumur í mannslíkamanum. Flestar þessara bakteríur hjálpa okkur. Án þessara bakteríu þá myndum við ekki lifa. Meltingarfærin okkar til dæmis eru óstarfhæf án baktería. En aðrar bakteríur eru ekki eins góðar, gera okkur veik og það er fullt af sjúkdómum sem eru orsakaðir af bakteríum eða gerlum. Til dæmis eru það svo kallaðir klasakokkar sem valda hálsbólgu, ákveðinni gerð af hálsbólgu. Kokkar eru svona kúlulaga bakteríur og klasakokkar mynda svona þyrpingar, kallast streptococcus eða streptokokkar á latínu. Ef að bakteríur eða gerlar lenda í erfiðum aðstæðum og miklum þurrk eða miklum kulda eða vantar fæðu, þá geta þær myndað utan um sig dvalgró. Og dvalargróið er þannig, þetta er svona hjúpur og verndar bakteríuna gegn ótrúlega erfiðum aðstæðum. Þær þola ótrúlega mikið í dvalargróinu, en þær gera ekkert. Það er alveg skaðlausar á meðan það er í dvalargróinu, en leið og aðstæður verða hagstæðar aftur, þá fara þær úr þessum hjúp og geta farið að fjölga sér aftur. Ef við ætlum að rækta bakteríur, ef við til dæmis viljum kanna hvort ákveðnar bakteríur eru einhvers staðar, þá tökum við sýni, yfirleitt gert bara með einhverju skafið af því sem við ætlum að rannsaka, sett í vatn, leyst upp og svo þynnum við lausnina þessu upp, mismikið eftir hvað þetta er, og svo drögum við, erum með svona, þetta er kallað petriskál, þetta eru svona þunnar skálar og í þeim er næringarakar sem er efni sem bakteríunar get ekki borðað. En í næringarakarnum er smá sykurlaugur sem þær geta borðað. Þannig að þær fá næringu en þær get ekki étið það sem þær liggja á. Og svo drögum við sýnið svona eftir næringarakarnum, fyrst í eina átt, svo í aðra og svo kannski í þriðju og jafnvel fjórðu. Og þá verður það rosa þétt, mikið af bakteríum jafnvel hér, aðeins minna hér, lítið hér og svo kannski bara ein og ein hér. Og hver baktería býr til það sem kallað er kolóníur. Og þá fjölga þær sér gríðarlega, þetta tekur kannski sólarhring og mismunandi bakteríur búa til mismunandi kolóníur. Þær líta mismunandi út, eru mismunandi á litin og þeir sem eru þjálfaðir í að finna út úr þessu, þeir þekkja helstu bakteríur og hvaða kolóníur þær mynda. En þær geta verið nokkrir millimetrar í þvermál þessar kolóníur. En hver kolónía er komin upp af einni bakteríu. Hér bindast kolóníurnar svo þétt að það er ekkert hægt að greina þær endilega alveg í sundur. Þess vegna dregur maður þetta svona út.